Mótmælafundur var haldinn á Austurvelli í dag 9. laugardaginn í röð. Mæting var dræm miðað við oft áður en skipuleggjandinn boðar frekari aðgerðir. Andri Ólafsson. Ræðumenn dagsins voru þau Gerður Kristný rithöfundur og Jón Heiðar Erlendsson vörubílstjóri. Í fréttum Stöðvar 2 í vikunni sagði Jón Heiðar frá samskiptum sínum við fjármögnunarfyrirtæki Lýsingu, en Jón hefur gagnrýnt hversu hart fyrirtæki gekk fram gegn honum þegar hann lenti í erfiðleikum með að borga af lánum sínum. Jón Heiðar rakti þessa sögu í ræðu sinni í dag. Gerður Kristný sagði frá vinkonu sinni sem lamaðist ung eftir líkamsárás á Austurvelli en glataði bróðurpartinum af áralangri ávöxtun miskabótana við hrun bankana. Þetta ein af þeim sögum sem mér hafa borist til eyrna úr bankahruninu og í samanburði verða frásagnir af lúxusjeppum keyptum á myntkörfulánum að býsna hjáróma kvaki. Lögreglan áætlar að 1500 manns hafi mætt á fundin í dag en það eru talsvert færri en mætt hafa undanfarna laugardaga. Hörður Torfason segir að fleyting krónunar og annað í þeim dúr hafi kannski dreift athygli almennings en hann ætlar ekki að láta deigan síga. Já, það er einhver svona, þetta við þurfum að taka á þessi blekkingaleikur stjórnmálamanna, reyna að dreifa, þeir eru hræddir við hennar fund og þessar aðgerðir og þeir gera allt, var ekki enn einn að lækka bensíni í morgun, krónan er komin á flot, Davíð hótar að fara í stjórnmál, þetta alls konar rugl í gangi sem bara sýnir að þeir eru orðnir taugastrekkt fólk og það er bara vel og þess vegna bara setjum við meiri hörku í þetta en ekki hörku með neinum ofbeldis aðgerðum eða neinu slíku, það er bara sína mótmælin, við verðum sýnilegri hér eftir. Og þá skulum við líta á mótmælafund á Austurvelli. Offsett, búinn. Og hvað segja þessir háu herrar þegar við byggjum þá? Já, takið eftir því. Við erum ekki ennþá farin að sína klærnar. Við byggjum þá allra náðar samlegast að lækka hjá okkur launin strax. Og hvað segja þeir? Þeir segja nei. Þvert nei. Og þá er komið að því að við svörum fullum hálsi. Við erum ríkisstjórn Íslands og við látum ekki bjóða okkur þetta. Þið getið ekki farið svona með okkur. Viljum við láta taka mark á okkur? Já! Viljum við kjararáð frá? Já! Viljum við lægri laun strax? Já! Nei! Það eru friðsamleg mótmæli! Mótmælendur kröfðust afsagnar ráðamanna og nýrra kosninga á Austurvelli í dag. Þetta er 9. laugardagurinn í röð sem mótmælt er í miðborg Reykjavíkur. Héðinn, þú varst þar. Var hiti í mótmælendum? Ég er enda bæði og. Lögreglan segir að þarna hefur verið það bil, á annað 1000 manns. Það eru hennar tölur en á hinn bóginn þá er boðað til frekari aðgerða. Frummælendur í dag voru Gerður Kristný og Jón Heiðar Erlendsson sem sendi stjórnvöldum tóninn. Og þegar allt er komið í þrot, þá grípur stjórnin til þess snilldarráðs að taka lán sem verðsetur börnin mín. Og þau eru ekki einu sinni fædd. Og svo deildi Jón á seðlabankastjóra. Ég vil að hann segja af sér og ég vil að hann axli sína ábyrgð. Flokkarnir sem nú eru við völd hljóta samt að hafa áttað sig á því að næst viljum við nýtt lag. Nýjan undirleik og við viljum að þeir dansi í sama takti og við hinn. Hörður segir mótmælin hafa valdið titringi meðal ráðamanna og er ekki á þeirri skoðun að þau séu að lognast út af. Það gefur auga leið. Það er ekki nóg að hafa fund einu sinni í viku og þess vegna erum við að boða til þess að nú verða við aukum bara styrkin í mótmælunum. Hörður Torfason boðar kröftugri mótmæli og friðsamar aðgerðir sem boðað verði til með stuttum fyrirvara. Af hverju ert þú hér í dag? Bara því ég er hluti af þessari íslensku þjóð sem stendur hér. Hvaða breytingar vilt þú sjá? Hverjar eru þína kröfur? Það eru ýmsar. Viltu sjá? Ég vil að þeir sem að minna mig að sína þessu þjóðfélagi verði ekki undir í þessu sem framundan er. Ef ekki er mótmælt, þá veit enginn það að fólk er bæði svekkt og vill breytingu. Netið og bloggið hafa leikið stórt hlutverk í lýðræðislegri umræðu undanfarið og að þessu leyti fikrað sig inn á svið hefðbundinna fjölmiðla. Samspilið milli umræðu á netinu og mótmælana í dag er sterkt.
Lýðræðið virkast á netinu, segja bloggararnir Jónas Kristjánsson og Salvör Gissurardóttir. Þau segja netið skila upplýstari mótmælum. Það að byggjast upp vakning, svona lýðræðisvakning og umræða þjóðfélagsmál og hún gerist mjög mikið í netheimum. Salvör segir að á netinu hafi flestir rödd, ekki bara fáir frummælendur eins og á mótmælafundi. Í netheimunum þá þúsundir Íslendingar að spyrja spurninga og leita svara. Og enn fleiri bætist í umræðuna og svari. Það fer fram miklu síkvikara og meira lýðræði í netheimum heldur en það gerist á borgarafundum inn í ríkisstjórn í kosningum. Salvör segir villandi mynd dregna upp á mótmælum í fjölmiðlum og að bloggarar gefi réttari mynd. Við erum að sjá það gerast að þessir hefðbundnu ritstýrðu fjölmiðlar eru á fallanda fæti. Netið bjóðu upp á hraðari og lýðræðislegri upplýsingaveitu. Jónas og Salvör segja að þessari þróun verði ekki snúið við. Þetta sumpart gerðist vegna þess að fjölmiðlarnir voru vanbúnir að taka við hruninu. Þeir kunni ekki að taka á því og voru svona máttlitlir fyrstu vikurnar. Nú hafi hefðbundnir miðlar hins vegar tekið við sér. Ég held að þessir erfiðleikar fjölmiðlana hafa meira stafað af að menn hafi bara ekki kunnað að umgangast markaðsfréttir öðruvísi heldur en frá greiningadeildum bankana. Bloggið náttúrulega alveg frjálst, en fjölmiðlarnir eru meira að minna tengdir fjármálalega. En skildi netið draga úr reiði eða kynda undir henni? Ég held að það sé bæði hægt að ímynda sér að það auki mótmæli og eins líka það tappi af mótmælaþörf.